Jú, þá tölum við aðgerðir á mengi og byrjum að því að líta á mengi og við lesum íslensku. A er mengi allra rauntalna sem hafa þann eiginleika að fullyrðingin x í öðru mínus 3x pluss 2 jafnt á 0 gildi þær. Og í þessu mengi eru allar rauntölulausnir á jöfnunni x í öðru mínus 3x pluss 2 jafnt á 0. Og til að átta okkur á því þá getum við þáttað, fáum hér tvo línulega þætti, x mínus 1 og x mínus 2. Hvernig er þetta 0? Jú, ef x er 1 eða ef x er 2. Við getum því alveg talið upp hvaða tölur er menginu a. Nú, sama mengi er til dæmis þetta hér þó lítið út á annan hátt. Í þessu mengi a eru allar heiltölur sem að liggja á milli 0 og 2 og 0 er ekki með. Nefnilega er jú mengið a tölurnar mengið sem inniheldur tölurnar 1 og 2 eða 2 og 1 af því að uppröðun talnanna innan í menginu, innan slöfusögana sem að frekar skiptir ekki máli. Mengið a hefur nákvæmlega 2 stök og þarna sjáum við táknmálið fyrir það. Þetta er eðlilegt að hugsa sem svo að aðgreinilegi hlutir myndi mengi. Þarna 2 staka mengi. Mengi af þessari gerð þar sem við höfum lýsinguna sem formúlu sem á að leysa. En 0 er stundum kallað 0 stöðva mengi. Hérna fundum við sem sagt 0 stöðvar þessa fleipboga x í öðru mínus 3x pluss 2 2 0 stöðvar. Fjöldatala mengins, skilgreining. Ef mengi s hefur endanlega mörg stök þá segjum við það sé endanlegt mengi. Ef mengi s hefur n mörg stök þá er það táknað með þessum hætti hér. Fjöldatala s er n. Ef mengi s hefur óendanlega mörg stök þá segjum við að það sé óendanlegt mengi og þá er fjöldatala s óendanlegt. Það er þetta tákn kallast lemniskeit eða lemnisgata á flestum tungumálum. Mengið sem inniheldur engin stök er tómamengið og þá er eðlilegt að það sé táknað með því að bregða slaufusvigum sem opnast og lokast utanum nákvæmlega ekki neitt. Og síðan er þetta danska notað til þess að tákna tómamengið. Fjöldatala tómamengisins er 0 og við segjum stundum að tómamengið sé tómt. Hér höfum við mengi sem inniheldur tómamengið. Þetta er ekki tómt mengi. Það inniheldur nefnilega eitt stakið tómamengið. Við gerum greinarmun á stakinu a og menginu sem inniheldur stakið a. Stöki mengi geta nefnilega verið mengi, eins og við sáum hér. Hér er mengi sem inniheldur tómamengið. Mengi sem eru þannig að stökin í þeim eru mengi eru stundum, ef menn vilja vanda sig, kölluð fjölskyldamengjum. Og skilgreinum við hlutmengi. Látum nú a og b vera 2 gefur mengi. Ef sérhvert staki menginu a er einnig staki menginu b, þá er a hlutmengi b. Og það er þá táknað svona. A er innihaldið b eða við segjum a er hlutmengi b, við getum líka sagt b inniheldur a. Sýnidæmi, hérna sjáum við keðju af tölurnar, það eru hlutmengi í heiltölunum, heiltölurnar er hlutmengi í ræðutölunum og ræðutölurnar er hlutmengi í rauntölunum. Og ef við lesum þetta í hina áttuna, þá innihalda rauntölurnar ræðutölur, ræðutölurnar innihalda tölur og heiltölurnar innihalda náttúrulega tölur. Öll þessi mengi er óendanleg. Og eiginlegt hlutmengi. Skilgreining. Ef a er hlutmengi í b en a er ekki mengi b, þá er til að minnstakosti eitt staki b sem er ekki í a, þá er sagt að a sé eiginlegt hlutmengi. Ef við viljum taka það sérstaklega fram að a er eiginlegt hlutmengi b, þá getum við tekið jöfnuðinn úr hlutmengjatákninu, krotum hér yfir. Mengi sem inniheldur 2 og 3 er eiginlegt hlutmengi sem inniheldur nákvæmlega 1, 2 og 3. Sérhvert mengi er hlutmengi sjálfu sér, eðlilega, en er ekki eiginlegt hlutmengi. Tómamengi er hlutmengi í sérhverju mengi og jafnframt eiginlegt hlutmengi í öllum mengjum, nema sjálfu sér. Eðlilega eru náttúrulegu tölurnar eða mengi þeirra eiginlegt hlutmengi heiltalnanna
En yfirleitt er látið nægja að skrifa þetta svona. N er hlutmengi í heildunum. Nú við séð að allt skemmtilegt fólk skilgreinir ekki mengi. Það er ekki hægt að segja með fullri vissu að þið séu sammála um það hver sé skemmtilegur og hver ekki. Ég held ég fram allavega. En allt skemmtilegt fólk er auðvitað hluti af mengi alls fólks. Það er að segja allra manna. Þá allt skemmtilegt fólk hlutmengi í mengi alls fólks. Við verðum að svara því neitandi. Er þarna? Það er náttúrulega manneskjur. En það er ekki að segja nákvæmlega hverja þær eru. Það brýtur nú ekki í bága skilgreiningar og hlutmengi. Af því við getum ekki tilgreint hverju það eru sem ætti þá að vera í hlutmengi skemmtilega fólksins. Ég skast ég að halda kosningu eða kjör það hver ætti við þessu mengi, þá er þetta hægt. Skilgreiningar sammengi láta nú grunnmengi G vera gefið. Það er þó ekkert utan þess og láta þó A og B vera gefin hlutmengi í G. Og mengi þeirra staka sem eru annarkvort í A eða B eða í þeim báðum er þá táknað með þessum rithætti. A, og svo er þetta eins og U eða eitthvað ílát sem hellt er í. Við lesum þetta A saman B og höldum þá fyrir með lesturinn. Það er táknað A saman B og kallast sammengi A og B. Nákvæmar, við verðum náttúrulega að sjá slöfu sviga því þetta er mengi. A saman B, það er mengi allra þeirra staka úr grunnmenginu sem eru annarkvort í A eða í B eða í þeim báðum. Hér sjáum við Venn-mynd, John Venn sem kynnti þær í rökfræði. Euler gerði það nú víst á undan honum en ekki víst að kenna allt við Euler. Og við sjáum hérna þennan ljósa litan og að tákna öll x-in sem eru í samhengi. Innihaldandi eðun. Í skilgreiningunni á samhengi er samtengingin eða ekki útilokandi. Sem sagt innihaldandi. Annað útilokar ekki hitt. Rökfræði höfum svo kallaða rökvirkja. Þessi heitir or í tölvumálum oft. Og við kallum hann eða. Hann er táknaður svipað á vaff, minnir á uið. Og hann er notað til þess að tákna innihaldandi eðun. Þá getum við táknað sammengi eða forritaðu. Þannig að við höfum hér einhvert grunnmengi sem oft er nú augljóst hvert er. Og við maður finna öll x sem er í A og öll x sem er í B og eða þetta saman. Og það má sleppa svigunum vegna þess að við höfum jú forgangs- og röðun aðgerða í rökfræði líka og megum því skrifa þetta með þessum hætti hér. Skoðum þá sýni dæmi innihaldandi og útilokandi eðanir. Annarkvort stenst nemandi próf eða hann fellur á því. Þetta er svokallað útilokandi eðun. Það er ekki hægt að falla á prófi og ná því í senn. Hitt, hægt er að fá nánari upplýsingar í síma eða vefsíðu fyrirtækis. Þetta er innihaldandi eðun. Það er alveg að gera annað á þess að útiloka hitt. Sýnidæmi. Við höfum mengið A sem inniheldur tölurnar 16 og 17 nákvæmlega og B sem inniheldur nákvæmlega 17 og 18. Sammengið er 16, 17 og 18 og 17 er náttúrulega ekki tvítekið samkvæmt reglunum. Sniðmengi. Notum grunnmengi gefur að gefið og A og B gefin hlutmengi í því. Og mengi þeirra staka sem eru sameiginleg mengjunum A og B er táknað með þessu táknmáli A og svo er þetta eins og U á hvolfi. Þetta hella mikið í þetta og við lesum þetta A snið B. Nú A snið B kallast snið mengi A og B og svo höfum við hér nákvæmar hvað A snið B er. Og Venn-myndin fylgir. Og hér höfum við mengið A sem inniheldur nákvæmlega tölurnar 16 og 17 og B sem inniheldur nákvæmlega 17 og 18 og við spyrjum hvað er sameiginlegt, það er 17. Þá er A snið B mengið sem inniheldur tölurnar 17. Og bara hér varaði algengri villu, í dæminu hér á undan væri ekki rétt að skrifa A snið B væri 17. Okkur er þetta ekki rétt? A snið B er mengi, það er ekki tala og við verðum víst að setja slöfusviga utan töluna.
einstaks mengi. Nú, hér höfum við annað röktákn. Þetta er eins og vaff á hvolfi og það er ofta notað til þess að tákna ogun og er kallað and í mörgum forritunarmálum. Við getum skrifað a-snið b nákvæmar svona og það má sleppa svigunum hérna. Og því skrifum við þetta svona til að mynda mengi allra staka x sem eru hvort í senn í menginu a og í menginu b. Og almennar ef að p og q eru fullyrðingar breytu x þá er þetta óskýrða mengi hér mengi allra staka x sem uppfylla báða fullyrðingarnar p og q x. Þessi fullyrðing verður að hafa sangildið 1 eða trú og þessi hér líka. Hér höfum við fullyrðingar. P er fullyrðingin x. X er rauntala sem er stærri en 3. Q er fullyrðingin x. X er rauntala sem er minni en 3. Hvað er sameiginlegt? Það er allar tölur sem er liggja á strangt á milli 3 og 5. Það er þá sniðmengið. Villimengi. Látum G vera grunnmengið og A hlutmengi í G. Nú mengi þeirra staka í G sem eru ekki í A kallast fyllimengi A í G. Fyllimengi A í G er táknað með svona mengja mínus. Við segjum stundum G án A en þetta eru þau stök úr G sem eru ekki í A. Ef það er ljóst hvert grunnmengi er þá er þetta stundum skrifað svona líka A komplement, þetta er lesið að fyllimengi A í G. Ef ljóst er hvert grunnmengið er, og hér sjáum við vennmyndina. Stökin eru hér í G en þau eru ekki í A. Og ræðar og óræðar tölur mynda saman rauntalamengið. Táknað er engin tala er í senn ræð og óræð og því mynda óræðatölurnar fyllimengi í ræðutalnana í R. Þannig að fyllimengi í ræðutalnana er R án Q. Og svo ef við höfum nú annað grunnmengi, hérna er grunnmengið heiltölurnar. Ef A er nú mengi allra sléttra talna, jákvæðra og neikvæðra og B mengi allra áttatalna, jákvæðra og neikvæðra, þá er fyllimengi A í setu B. Það er að segja fyllimengi sléttutalnanna eru óttatölurnar og eins er fyllimengi óttatalnanna það eru sléttatölurnar. Ef að grunnmengi hefði nú hér ekki verið seta heldur til dæmis R þá væri þetta hér rétt. Fyllimengi sléttutalnanna í R það eru bara allar tölurnar, já nema akkurat það er sléttu. Þannig að það gæta stundum að því hvert grunnmengið er. Mengja mismunur, við skilgreinum þetta snið, það er þá A sniðið við fyllimengi B, sem mengja mismun A og B og það er líka A án B. Við þurfum reyndar ekki að vita hvert grunnmengið er, vegna þess að við endum bara með stök sem hafa eiginleika mengisins A. Við takkum það þá svona, A án B. Ef A inniheldur stökin 16 og 17 nákvæmlega og B inniheldur nákvæmlega 17 og 18 þá er A án B en þá þurfum við að taka það sem er samleitt A og B úr A 17. Þetta er þá einstökungurinn 16, mengið sem inniheldur töluna 16. En B án A, fyrst aftur hvað er í sniðinu, það er 17 og þá er að taka 17 úr B. Nú mengi eru sundurlæg ef þau eiga ekkert sameiginlegt, ekkert sameiginlegt stak. A og B eru sundurlæg ef það er ekkert í sniðinu, sniðmenginu, ef að sniðmengið er tómað mengið. Hér höfum við A sem inniheldur nákvæmlega 16 og 17 og B sem inniheldur nákvæmlega töluna 18, þá er sniðmengið tómt. Svo fáum við hér almennar reglur. A er hlutmengi í A saman B og B er hlutmengi A saman B. Nákvæmlega eðlilegt. Ef við sníðum mengin A og B saman, A snið B, það er innihaldið í A og A snið B er hlutmengi í B. Nú séu nákvæmlega sömu stök í A og B, þá gildir hvort tveggja. A er innihaldið í B og B er innihaldið í A. En það eina sem getur gerst er þá að A sé jú B. Þetta er lögðast að með þá forsöndu.
Þetta er svo leið sem oft er farin til þess að sýna tvö mengi þessu sama mengið. Þannig fáum við tæki til þess að taka þetta skipulega. Að sýna A sé hlutmengi B fyrst og síðan að B sé hlutmengi A. Hérna skulum við skoða tvö mengi A og B og þau hafa þessa eiginleika. A sam B er A og A snið B er líka A. Auðvitað gildir þetta ekki almennt, þetta er bara dæmi. Og við erum að sýna að A hljóta að vera sama mengið og B. Þá þurfum við að sýna að sérhvert stak sem x úr A sé í B og ljúka því. Síðan þurfum við að sýna að sérhvert stak x úr B sé í A. Við byrjum þá svona. Þetta x er hér fulltrúi fyrir sérhvert stak úr A. Ef x er í A, nú þá er x líka því að dæmið er þannig í sniðmengi A og B. Það stendur hér, það er hérna og nú þá er það hér. Og almennt er A snið B hlutmengi í B, það er almenn regla. Nú þá er x í B og þá erum við búin að sýna að sérhvert stak úr A er í B. Þá er það komið. Tökum nú x úr B. Þá gildir þessi almenna regla að því að B er hlutmengi í A sam B að x er þar. Það er hér í sammenginu. Þá þurfum við að nota eiginleikana sem gefnir eru í dæminu. Hvað getum við notað? Jú, samkvæmt jöfnum 1. Við vitum að x er hérna og samkvæmt jöfnum 1 getum við þá sagt að x sé A. Og þá erum við búin að sýna þetta x-lag hér í gegnum röksemdafærsluna og inn í mengið A úr B. Það þýðir að B er hlutmengi A og þá er þetta komið. A er B. Og svo er hérna ágæt æfing. Ef A og B er ykkur mengi, þá er þetta það sama. A án B er það sama og A án A snið B. Hvernig gerum við þetta? A og B eru mengi. Og við erum að sýna að A án B er alveg það sama og A án A snið B. Þetta skulum við gera okkur bara litla vennmynd. Það er kannski mengið A, þau skerist og hérna er B. Og x er hér. Þannig segja lausn. Og tökum x í A án B. Þá er x í A en x er ekki í B. Og almennt gildir að B inniheldur B sniði við hvað sem er. Þess að x er ekki hérna, þá getur það ekki heldur verið hér. Ekki heldur í A snið B eða B snið A, það er samkvæmt við B. Og hvað hefur við þá sýnt? Sýnt að A á B er innihaldið í, x var náttúrulega í A, og lýsum það er í A án A snið B. Það komið. En ef við tökum nú x-ið hérðan, þessu, og hinleiðin, ef að x er í A, snið B, þetta er ekki hér, þá skrifum við bara það út, þá er x í A, en x er ekki í A snið B. Og nú aðeins hvað A snið B er. Það er alltaf x sem eru þannig að x er í A, jú það er þar, og x er í B. Þessi hérna fullyrðing x er rétt, en x er ekki hér. Þetta er rangt, þá verður þetta hérna að vera rangt. Við höfum skoðað svona í samtöflum til dæmis. En þá getur x ekki verið í B. Hvað hefur við sýnt? Þá er x í A
og x er ekki í b. En það þýðir þá að b er innihaldið í a án b. Þá er þetta komið. B er það sama og a án við b. Skilgreining á faldmengi. Látum a og b vera mengi. Faldmengi a við b er mengið sem er táknað svona a kross b, en þetta eru þá pör a, b eða punktar ef við erum með tölur. A kemur úr a og b kemur úr b og við sjáum eðlilega að þetta nú ekki verið víxlið a kross b væntanlega ekki sama og b kross a almennt. Hérna er a og hérna er b. A inniheldur nákvæmlega tölurna 1, 2, 3 og b inniheldur nákvæmlega 4 og 5 og svo þegar við földum a við b þá er faldmengi a við b þetta mengi 1 og 4, 1 og 5 voru búið með ásinn 2 og 4, 2 og 5 3 og 4 og 3 og 5. En ef við myndum falda b eða reikna út faldmengi b við a þá verðum við að byrja með þetta sem fyrra hnit. Þá er það 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2 og 5,3. Það er allt annað fondamengi heldur en a kross b. Faldmengi r kross r, það er einnig skrifað r2, við segjum r2 frekar en r í öðru og þetta er rauntala sléttan. Hún myndar tvívítt hnitakerfi, rauntala línan myndaði einvítt hnitakerfi. Og svo skulum við minnast á tvinntölurnar. Þetta eru tölur sem eru á forminu a plus ib, það sem a og b eru rauntölur og í öðru er mínus 1. Tvinntalan zeta jafnt á a plus ib hefur raunhluta a og þverhluta b og þetta er táknað re zeta og im zeta, en við viljum ekki þetta endilega vera. Við viljum bara kenna allt við heitið á tvinntölunni, zeta. Mengi tvinntalana er táknað með c og svo er strikað í gegnum það. Hvað er það? Zeta, hér lýsum við zetu frekar, a og b eru rauntölur en í öðru er mínus 1. Til að sjá það er eiginlega heppilegra að segja í öðru er mínus 1 frekar heldur en að í sé nákvæmlega rótirar mínus 1 því að ef við byrjum með rótina mínus 1 þá er hún mengi. Hún er rótina mínus 1 er 2 tölur. Og skulum aðeins taka fram hér r með mínusmerkið þetta í fæti er strangt neikvæða rauntala línan. Nú, tvinntölur hafa stefnu og lengd og þær eru reiknaðar með sömu formúlum og virar í kross 1. Dálkvirarnir lengd setu af því að hnitakerfið er fyrir skollrætta ása getum við reiknað með reglu Pýþagórasar a í öðru plus b í öðru og við getum reiknað svo kallað meginhorn nefnilega ef að zeta er ekki neikvæð rauntalan þá er hægt að reikna út svo kallað meginhorn með formúlunni zeta er tvíhliðsyn arkatangens af þessu hlutfalli b á móti lengdinni á zeta plus a og þá fáum við ótvírætt horn sem liggur strangt á milli mínus pi og pi. Eins vegar ef zeta er neikvæð rauntalan þetta hornið pi. Síðan tölum við meginhornabilið og það er frá mínus pi upp í pi og við höfum mínus pi ekki með. Og tvinntalan 3 plus 4i eða 3 plus i4 hefur sömu myndrænu framsetningu af vígurinn sem hefur fyrri lið 3 og seinni lið 4. Við lesum stundum tvinntölu svona 3 til hægri og 4 upp.
Meginhorn er líka kallað höfuðstefnuhorn. Skulum aðeins rökstyðja formúluna fyrir meginhorninu og setja upp stéttuna. Hér er skiptinn til að setja A plus í B og hérna sjáum við lengdarinnar. Nú, við getum er ekki góður hringur. Átti hann að vera punkt á hring og þetta hér er meginhornið. Þetta. Við ætlum að nota til dæmis þá lendum við vandræðum þegar þessi fyrir hingað því þá erum við farin að deila með 0. Við erum með tangens af horninu er lóðrétt á móti láréttri. En í staðinn fyrir að nota miðhornið hér þá getum við setjið þetta strik hérna á vesturpunktinum í setu og þá höfum við að fyrirlóti hérna er helmingurinn af miðhorninu. Hér getum við stærðir, þetta er A, hér höfum við þá B, hérna er náttúrulega geisli hringsins en hann er jú lengd tundurunnar og sjáum að tangens af fyrirlótinu, þá var regla Þalesar sem gaf okkur þetta, er B á móti lengd zeta plus A. Ég mætti meira að segja að kalla þetta. En þá er þetta á móti 2. Það er markartangens af B á móti zeta plus A. Ég nefna það. Þegar þessi rauði, eða við færum til setu og þessi rauði ferðast, þá sjáum við þetta horn. Það fer þannig er því aldrei að verða rétt horn eða pí-arir. Og það er ágætt. Þá á hægri hlið þá er þetta meginhornið. Þannig að þetta horn fer aldrei fyrir pí og niður fyrir mínus pí. Ef að zeta liggur nú akkurat hér og við bregðum hringnum upp á sama hátt, þá getum við ekki reiknað vegna þess að talan hérna A er nákvæmlega mínus zeta. Og við erum með 0 yfir 0 tilvik. En ef að zeta er nú neikvæða rauntala, þá verður þetta ekkert mál, þá er hornið pí. Og veljum það frekar en pí frekar heldur en mínus pí. Og meginhorna bilið er þá frá